ég elska þig Jesús, hér við hásæti þitt. Ég elska þig Jesús, hér við hásæti þitt. Ég elska þig Jesús, þar ég nú. Ó, hér við hásæti þitt. Ég elska þig Jesús, hér við hásæti þitt. Ég elska þig Jesús, hér við hásæti þitt. Ég elska þig Jesús, þar ég nú. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Amen. Hallelujah. Amen. Komin nú sæl og blessuð. Heilsu ykkur öllum í nafni Jesú Krists. Það er ánægjulegt að fá að vera með ykkur í svona veðri og vindum og leyfa anda Guðs blása yfir okkur alveg svo vindurinn gerir. Við erum stundum að biðja þess að andi Guðs fá að blása sterkt á Íslandi og hafa áhrif. Nú stöndum við frammi fyrir, menn eru að reyna að búa til nýja ríkisstjórn. Og það er svona, stefnurnar eru ýmist, það eru kallar hægri eða vinstri og það eru horfur á því að það verður svona vinstri stjórn og hægri flokkarnir eru að reyna að koma með sitt fram og þannig að það er svona einhver togstreita í gangi. Og þetta er ekkert nýtt í mannkynssögunni. Það er togstreita í gangi og það hefur verið togstreita í gangi alla sögu kristninnar og miklu lengri það. Það var togstreita í gangi í öllu Gamla testamentinu þegar Guð var að opinbera sig og Guð var að vinna sitt verk og hann var að afhjúpa hið illa og sanna tilveru sína. Og bara sagan Ísraelsmenn sem er að fara úr Egyptalandi, það var togstreita í gangi. Það var ekkert auðvelt að vera gyðingur og þurfa að yfirgefa allt og það var bara eyðimörk framundan. Þeir svo vissi ekki hvað að þetta er í 40 ár, en þeir byrjuðu gönguna vel. Og kannski er það þannig með okkur að við byrjum gönguna með Kristi ágætlega. Hún er bara létt og fín svona til að byrja með, en svo vill hún þyngjast. Og það er eðlilegt fyrir okkur að við lærum þá af þeim sem hafa gengið gönguna undan, að við förum í þeirra spor. Og mér langar til þess að nota þetta tækifæri núna þennan morgun, að fara í spor eins manns sem að kom til Jesú nótt. Frá honum er greint í 3. kapítóli Jóhannesar Guðspjalls og tilfellið er að við öll kunnum eitthvað vers og 3. Guðspjalli Jóhannesar eða 3. kafla Jóhannesar Guðspjalls. Við þekkjum öll litlu biblíuna því svo elskaði Guð heiminn. En vitum við samhengið, af hverju þetta er sagt?
Nú skulum við koma í fyrsta versið í 3. kapitúla Jóhannesar og þá Jóhannes að segja frá manni sem hét Nikodemus. Við vitum voru lítið hann. Hann kemur allavega nótt. Hann að flokki farisea ráðherra meðal gyðinga og þau sagt ráðherra, þá þetta kannski miklu stærra heldur en ráðherra. Þetta svona eins og prins, þetta eins og æðsta ráðandi, þetta eins og forseti alþingis. Hann var meira heldur en ráðherra, hann var yfir öllu stjórnkerfinu. Svolítið þessi maður, hann var mjög mikilvægur og hafði gegndi mjög mikilvægu embætti hjá gyðingum og vandinn hjá honum var að gyðingarnir vildi ekki taka við Jesú Kristi. Og Jesus var ofta að berja dyrum hjá þeim og hann kom svona óþægilega við þá og þetta ruglaði oft á tíðum þeirra eigin hugmyndir Guð. Og hugmyndaheimurinn okkar, hann getur alveg verið svona með ákveðnu rugli í af því við erum kannski ekki nógu biblíuföst. En skoðu nú hvernig Jesús Kristur fór með þennan mann sem kemur á nóttu til, raskar svefninum og þá Jesús ekki úrvillur þó að sé að tala við hann. Hann bara mjög rólegur og friðsamur og hann segir svona frá því. Hann kom til Jesú nótt og sagði við hann, Rabbi, við vitum að þú ert læri faðir komið frá Guði. Enginn getur gjört þessi tákn sem þú gjörir nema Guð sé með honum. Hann játar fyrst að hann komið frá Guði og það eru táknin sem sýna það og sanna. Það var nákvæmlega sem að Jesús var alltaf að segja við gyðingana. Hann var akkurat að benda þeim á, horfiðu bara á táknin, sjáuðu hvaða verk ég að vinna, athuga á hvort ég Guð eða ekki. Þetta sama sem blasir við Íslendingum í dag. Eru flest allir búin að heita því að gera Jesú Krist að leiðtoga lífsins. Þeir eru búin að fá svona 300-400.000 kall í vasan sem unlingar og þetta voru svona eins og mútugreiðslur. Segðu þetta, þá ertu orðin kristinn og hvað gerir ekki krakkinn til að fá eitthvað pening í vasan? Hvað gerum við ekki til að fá pening í vasan? Við erum alveg tilbúin svona að selja eitthvað hluta samviskokkar, eða ekki? Við förum svona eins langt og svona frekast und. Þetta mannlegt eðli. Og kristnir á Íslandi, þeir hafa fallið fyrir þessu mannlega eðli, ef ég græða því, þá skal ég gera þetta. En ef hann ætlar að fara að stjórna mér, þá nú bara mér að mæta. Þá ég komin í stjórnarandstöðu og ráðherran meðal gyðinga, hann heyrir og segir þetta við Jesú Krist, enginn getur gert þessi tákn, nema hann sé frá Guði komin. Og svo segir Jesús við hann, Jesús svaraði honum, sannlega segi ég þér, enginn getur séð Guðs ríki nema fæðist að nýju. Og þetta ætti að vera mjög einfalt fyrir roskinn mann að vita að bara ófær leið. Við vitum það öll að hann Kitti fer ekki aftur inn í móðurlíf til þess að fæðast að nýju og ekki heldur frændans Benjamín. Þið þurfið að sitja uppi með það að þið komum einu sinni út af móðurlífi og það dugir. En endurfæðing þarf að eiga sér stað. Það er hún sem við erum að boða. Og þegar Nikodemus heyri þetta er svo flott, þá segir hann bara, Nikodemus segir við hann, hvernig getur maður fæðst þegar hann orðinn gamall? Skyldi geta komist aftur í móðurlíf sinnar og fæðst. Og hann bara strax komið með þessa tengingu, útilokuleið, ófær leið. Og Jesús hann að kenna strax guðfræði kristninnar. Þú verður að endurfæðast. Þú verður að vera endurskapaður. Þú verður að vera búinn til að nýju. Þetta guðfræði kristninnar. Og þá erum við að tala bara mannin sem var ráðherra meðal gyðinga, hann bara settur strax í fyrsta bekk, þú þarft að læra stafróf trúarinnar. Kunna Íslendingar það? Vita menn hvernig stafróf trúarinnar Erum við að reka þjóðkirkju fyrir nokkra milljarða sem að kenna Íslendingum að stafa rétt í kristnina. Nú eru jól framöndan og þegar ég fer í Reykjavíkurborg og við erum að skoða skrautbæði í Hafnarfirði og Reykjavík og víðar, það yfirleitt alltaf sama skrauti hjá Íslendingum. Það Grýla, það Leppalúði, það eru jólasveinar, það verður að ýta þessu að okkur. Hvar eru kristnu stafrófin? Hvar eru stafirnir sem hafa engin kristna trú á Íslandi?
Hvar Jósef, María, fæðing Jésu? Hvar Jatan? Hvar eru lömbin og asnarnir og úlfaldarnir og allt það? Hvar vitringarnir 3? Þá ekki að finna á Íslandi? Það virkilega þannig að jólahaldið á Íslandi að fara út í tómið? Það innihaldslaust, því það ekkert jólahald nema þú hafir fæðingu Jesú Krists sem innihald. Það veit svo sem enginn hvenær hann fæddist, en það gott að halda upp á fæðingans á jólum. Það miklu betra heldur en að halda upp á grílu og tröll og þessa fornu álfa sem ekkert annað heldur en afspringi heiðninnar sem var þá samsett af illum öndum og vantrú. Og Nikodemus stendur bara frammi fyrir þessu. Hvernig get ég fæðst að nýju? Íslendingar standa frammi fyrir nákvæmlega sömu spurningu. Hvernig getum við fæðst að nýju? Ekki förum við aftur á fæðingadeild ef við þurfum að koma að Kristi. Svo heyri Nikodemus þetta. Og ég hef alveg óskaplega gaman af því að velta þessu fyrir mér, hvernig 3. kapitúlu Jóhannesar kemur fram með þetta mál. Lesum aðeins lengra. Jesús svaraði, sannlega segi ég þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki nema að fæðist af vatni og anda. Það sem af holdinu fæðist hold, það sem af andanu fæðist andi. Undrist eigi að ég segi yður ber að fæðast að nýju. Þetta bara alveg sama og við getum sagt, ef þú ferð í búð og ætlar að kaupa, þér ber að borga fyrir vörurnar. Þú ekki sniðugur ef þú sleður vörunum inn á þig og lappar út og borgar ekki neitt. Þér ber að borga, þér ber að greiða fyrir, þér ber að endur fæðast. Þetta siðferðileg skylda hvers einasta manns. Og Nikodemus, hann heyrir þessi orð. Að hann hafi frelsast. Haldi hann hafi gengið frá Jesú Kristi sem frelsaði maður. Við megum velta þessu fyrir okkur. Því sagan heldur áfram, undrist ekki, að ég segi yður ber að fæðast að nýju, vindur í blæs það sem hann vill, og þú heyrir þýtt hans, samt veist ekki hvað hann kemur, né hvert hann fer. Svo þann sem af andanum fæddur. Þá spurði Nikodemus, hvernig má þetta verða? Og Jesús svaraði honum, þú lærifaðir í Ísrael og veist þetta ekki. Þú kennari og veist þetta ekki. Þú meistari í þessu og hinu og veist þetta ekki. Þú guðfræðingur og veist þetta ekki. Við virkilega þannig stödd á Íslandi að menn fara ekki inn í þennan texta og gera sér seka að þeir vita ekki. Og ég bara spyr sjálfa mig oft að því þegar ég hlusta á messur hjá þjóðkirkjunni, vita menn ekki að þjóðin þarf að fæðast að nýju? Vita menn ekki að við höfum aðeins einn frelsara sem komin frá himnum, komin frá Guði, það sem af andanum fæðist andi og því þurfum að fæðast af vatni og anda. Það þarf að vera niðurdýfing í þessu líka. Þetta ekki nóg bara að segja, já, ég trúi og svo ekkert að marka. Nikodemus, hann áttar sig alveg á, hann skilur ekki allt sem Jesús að segja. Það ekki stundu þannig, þegar við erum að predika hér í Keflavík, að þá skilur söfnum ekki alveg allt sem við erum að segja og það verið að segja við okkur, heyrðu þú að hafa þetta einfalt. Mundu, það KISS principle, það skiptir öllu máli. Og þið veitir hvað þetta KISS principle stendur fyrir? Keep it simple, stupid. Dísa kannast alveg við það. Já, þetta, keep it short, sweetheart. Það mjög gott líka. En þetta bara máli sem við erum ofta að gera við kristnir. Við erum að reyna að segja ykkur alveg satt og við tökum þetta samkvæmt orðinu og áheyrandinn okkar, hann það vankunnandi, hann skilur ekki alveg. Nikodemus var þannig og Jesús skammaði hann ekki fyrir það. Hann reyndi að segja við hann, sko, þú sem lærifaðir í Ísrael, veistu þetta ekki? Sannlega segi ég þér. Við tölum það sem við þekkjum, vitnum það sem við höfum séð, en þér takið ekki á móti vitnisburði vorum. Ef þið trúið eigi, þegar ég ræði við yður jarnesk efni, hvernig skildu þið þá trúa ég ræði við yður himnesk? Og þar stöndum við oft mjög höllum fæti, þegar við tölum það sem himnest. Hvað vitum við? Hvað veist þú mikið himinin?
Hefur þú sökt þig niður í þau fræði? Veistu hvað gerir þegar þú deyrð? Nú var vinur minn Óskar Guðjónsson, hann var að kveðja í gærmorgun, suður í Vestmannaeyjum, blessuð sé minning hans. Við vorum í mörg ár saman í stjórn Betelsafnaðarins. Hann var alltaf með mér upp á palli og ef hann söng ekki þá spilaði hann, ef hann spilaði ekki þá bæði söng hann og spilaði. Þannig það var allt í gangi hjá Óskari. Óskar var einn af þessum mönnum sem var mjög svona nákvæmur í því að ég færi nú ekki út af línunni og ég héldi mig við það gamla, góða og fullkomna sem að orð Guð segir. Og ef ég var ofta svona að tala eitthvað nýtt sem að hann hafði ekki heyrt, þá var það alveg til að hann hringdi í mig og við spjöllum saman og hann vildi fá að vita. Hann var ekkit endilega sá sem að var að kynna sig fyrir mér að hann þekkti allt og vissi allt. Nei, það var bara mjög oft sem að hann lagði fyrir mig spurningar en hann vildi hafa samvisku sína hreina. Og Nikodemus, hann var bara eins. Og Jesús hann að tala við þennan mann sem að svona spyrjandi og að byrja Jesús að útskýra þessa himnesku hluti. Og þá kemur að þessu. Enginn hefur stigið upp til himins nema sá steig niður frá himni mannssonurinn. Og við getum velt þessu fyrir okkur. Það virkilega þannig að þegar Abel dó, Kain drap Abel, að þá fór Abel ekki til himins? Það virkilega þannig að þegar Móse dó og englarnir tóku líkama hans, að þá fór hann ekki til himins? Jesús segir við þá hér og hjá alveg álykta það fór enginn til himins sem dó undir gamla sáttmálanum. Þeir fóru á annan stað. Þeir voru geymdir annar staðar. Elía sem fór upp á eldvagninum, hann fór ekki til himins. Af því að Jesús segir þetta hérna. Þetta eina vers, það segir okkur það að menn fór ekki til himins fyrir eftir krossdauða og upprisu Jesú. Þá opnaðist himinin. Hann dyrnar. Hann vegurinn. Þess vegna svo mikilvægt fyrir okkur að við trúum á Krist. Það hann sem opnar fyrir okkur leiðina til himins. En hann segir bara hygglust að hann hafi komið ofan frá himninum. Og svo segir það við okkur, þetta alveg stórmerkilegt. Og eins og Móse hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig að mannssonurinn að verða upphafinn. Svo hver sem trúir hafi eilíft líf í honum, því svo elskaði Guð heiminn, að hann gaf son sinn engilinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur til að heimurinn skyldi frelsast fyrir hann. Þetta sá fyrsti sem fær að heyra þessa setningu, það Nikodemus. Sá fyrsti sem fær að heyra þessa ræðu, það Nikodemus. En einhver hefur skrifað hana samt á eftir Jesú. Einhver var áheyrandi og trúlega var það Jóhannes sjálfur, lærisveinninn sem Jesús elskaði. Þeir voru bara þarna saman í herbergi, hann heyrði Jesú kenna Nikodemusi, því svo elskaði Guð heiminn. Og þetta ekki merkilegt að við skulum sjá það í gegnum allt saman, að kærleiki Guðs knúði Guð sjálfan til að senda Jesúm Krist á móti dauða, á móti glötun, á móti hel til þess að bjarga þér og mér. Það þurfti ekkert minna til heldur en sjálfan Guðs son. Mannin sem að af getina Guði, fæddur af Guði og komið þennan heim og innihald kristnu jólanna. Og það enginn sem að skreita píbili sín með Jesú Kristi á Íslandi í dag. Hvernig stendur á því að þetta farið út úr íslenskri menningu? Höfum við ekki verið nógu mikið salt til þess að salta fyrir Suðurnesjabúum og segja við þá minnist í jólana Jesús fæddist og við erum að halda upp á fæðingu frelsarans. Hann sem kom til þess að deyja fyrir synduga menn, til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Þetta jólaboðskapur. Og sjáuð innihaldið sem að Nikodemus fær. Sá sem trúir á hann, 11. versið. Nei, 18. versið. Sá sem trúir á hann dæmist ekki. Sá sem trúir ekki þegar dæmdur, því að hann hefur ekki trúað að nafn Guðs sonarins eina. En þessi dómurinn, ljósið komið í heiminn, en menn elskuðu myrkrið fremur en ljósið, því að verk þeirra voru vond. Hver sem illt gjörir, hatar ljósið
og kemur ekki til ljóssins, svo að verk hans verði ekki uppvís. En sá sem iðkar sannleikann kemur til ljóssins, svo að augljóst verði að verk hans eru í Guði gjörð. Hér stoppar Jesus að tala við Nikodémus. Og ég spyr, halda að Nikodémus hafi frelsast? Það ekki sagt að hann farið með frelsisbæn. Hann bara heyri þessa ræðu, halda þetta hafi breytt honum. Hvað varð Nikodémus? Hvað gerði síðan? Hann ekki einn af þeim sem á bókinni í Biblíunni. Hann ekki skrifað bréf. Hann fær aldrei bréf frá apostulunum. Hvað varð hann? Getur verið að þessi mikilvæg persóna, ráðherra meðal gyðinga, hann hafi bara horfið inn í tíman, horfið inn í söguna og hann bara fortíðin ein. Hann var maðurinn sem að Jesus Kristur predikaði fyrir og gaf Jóhannes 3:16. Hann útlistaði Biblíuna fyrir þessum ráðherra meðal gyðinga, sem þó vissi ekki allt. Svo flettum við aðeins lengra í Jóhannesar Guðspjalli. Komið með mér í 7. kapitulan. Þá Jesus Kristur tekinn í gegn. Og þegar við komum þar að, þá stendur það frammi fyrir eiginlega dómstóli, og þetta 58. versið. Höfðingjar og farisegar, nú komu þjónar og æðstuprestar og farisegar og sögðu við þá, hvers vegna komu þér ekki með hann? Þjónandi svöruðu, aldrei hefur nokkur maður talað þannig, og nú á ákæra Jesúm Krist fyrir villukenningar, fyrir vantrúar boðskap. Hver mætir þá? Það eru réttarhöld framundan. Þá bara allt í einu skýtur í 50. versinu þetta upp, Nikodémus sem kom til hans fyrrum nóttina muniði og var einn af þeim, segjum við þá, mundi lögmál vort dæma mann, nema hann sé yfirheyrður áður, og að því komist hvað hann hefur aðhafst. Þeir svöruðu honum, þú nú líka frá Galileu? Gáðu að og sjáðu að engin spámaður kemur úr Galileu. Þeir voru svo sem búin að rannsaka aðeins lögmálið, en Nikodémus, hann stígur allt henni upp í hópnum sem verjandi Jesú Krist. Hann var lögfróður maður. Hvaða áhrif hafði ræðan í 3. kafla Jóhannesar Guðspjalls á Nikodémus? Ég sé að þegar maðurinn stígur hérna fram, hann afhjúpar sig, hann meðal fjandmanna Jesú Krist. En hann allt í einu komin í það að verja hann. Svona eru lærisveinar. Hvaða áhrif hafði ekki ræðana hjá Jesú Kristi á þennan Nikodémus? Getum við ekki fengið fleiri svona sem hann var hlustað á orðið, og áhrifin eru ennþá hjá fólkinu okkar? Getum við ekki fengið svona fólki í söfnuðin sem tilbúið til að mæta og standa upp þegar á reynir? Þannig þurfum við að hugsa, kæru vinir. En Nikodémus, hann allavega fær að standa þarna upp. Svo fylgjum við þessu aðeins eftir. Nú komum við að páskunum og Jesus Kristur leiddur á krossin og hann hengdur þar upp. 19. kapitúli Jóhannesar Guðspjalls. Og þá alveg greinilegt að Jesus dæmdur til dauða og hann krossfestur og hann lætur líf sitt. Og þetta var alls ekki þægilegu dauðdagi fyrir nokkurn mann. Þetta var erfiðasta sem að nokkur maður gat gengið í gegnum. Það var að vera hengdur upp á kross og þurfti að deyja þar. En þessi ekki lokið. Sjáu þið vers 39. Það kemur Jósef frá Arimaþeu, þetta 38, sem var lærisveinn Jesú, en á laun af ótta við gyðinga bað síðan Pílatus að mega taka ofan líkama Jesú. Pílatus leyfði það, hann kom þá og tók ofan líkama hans. Þar kom líka Nikodémus. Fyrrum hafði komið til hans nótt og hafði með sér blöndu af myrru og alóe, nær 100 pundum. Þeir tóku nú líkama Jesú, sveipuðu hann línblæjum með ilmjurtum eins og gyðingar búa lík til grefturinnar. En á staðnum, þar sem hann var krossfestur, var grasgarður og í grasgarðinum ný gröf sem enginn hafði enn verið lagður í. Nikodémus þarna mættur, 50 kíló af myrru. Og það svo merkilegt að ég með gamalt
blað National Geography. Ég hef sýnt ykkur þetta áður en mér vil bara passa mjög vel við ræðuna núna. Þetta eru líkklæði manns sem var hengdur á kross og það eru allstaðar sár og allstaðar leifar af blóði sem að rann. Það er líka hægt að finna myrru sem að var smurð á þennan líkama. Og þetta er myrran, og ef þetta er Jesús Kristur, þá er þetta myrran sem Nikodemus kom með. Og við erum að tala um þetta, að það sem að Nikodemus kom með sem til vitnisburðar Jesús Krist, að smyrjan í líkklæðin, hann hefur eflaust hugsað að nú mun bara Jesús Kristur fara eins og önnur lík, bara til jarðarinnar, rotna þar og hverfa og svo eru beinin tekin og hann býður bara upprisunnar. Skyldan af átta sig á því að hann var að smyrja þann og setja í líkklæði, klæði sem að yrðu varðveitt í 2000 ár. Klæði sem er að vitna þennan frelsara þinn og minn. Skyldi hann hafa vita það, þetta eru klæði sem að Íslendingar eru að hafna og vilja fá grílu og leppalúða í staðinn. Já, Guð hjálpi þjóðin okkar. Nikodemus mætti með 50 kíló af myrru, smurði Jesú. Og 50 kíló af myrru voru eflaust gríðarlega dýr. Allavega áður að Jesús var smurður, áður hann dó og var smurður í Betaníu, þá er sagt að meira sér að það var að fá 200 denara fyrir smyslin sem að þá voru gefin. Og 200 denarar þýddu 200 dagslaun. Það er bara árslaun hér bil. Að vinna í 200 daga, það er bara talsverður hluti af árinu. Það voru það sem að Júdas sá, að var að fá fyrir myrruna eða fyrir smyslin sem að voru smurð á fætur Jesú, rétt ára hann dó. Jesús smurður á Nikodemusi. Og ég velti fyrir mér, áttu okkur á hvað gerist þegar menn frelsast. Það er ekki sagt að Nikodemus hafi farið með neina frelsisbæn. Hann heyrir orðin af munni Jesú og svo þegar sögunni vindur fram, þá sjáum við hann er allstað til að verja hann er til að koma að stórum málunum. Það gat verið býsna erfitt fyrir gyðinga að taka þátt í því að vera lærisveina Jesú Krist. Þeir voru útilokaðir frá samfélagi gyðinga, það er alveg hárrétt. En það kemur þetta fram að bæði Jósef frá Arimaþeu, hann var leynilegur lærisveinn af ótta við gyðinga. Stundum er það þannig að við eigum fullt af fólki sem er saman okkur. Við Hrefna vorum daginn, fórum inn á eina kosningaskrifstofuna og þar er maður sem kemur og tala til okkar og hann segir, ég er ofta að fylgjast með eitthvað þarna í Keflavík. Ég horfi á þetta í gegnum netið og Facebook og svoleiðis. Hann var að fylgjast með, ég hef aldrei séð hann hérna samkomu. Ég veit ekki til þess að hann tilheyrir neinum trúarsöfni nema helst þjóðkirkjunni bara. En hvað eru þessi menn að gera? Hvað eru við að gera hér? Við sendum þetta út alveg hygglust af því við trúum því að þetta orð það eigi erindi til þjóðarinnar. Þetta orð það getur breytt þjóðinni, farið úr bölvuninni og inn í blessunina. Og ég trúi því að vandamálin sem við stöndum frammi fyrir og menn eru að tala um unglingavandan á Íslandi og alls konar hnífaburð og þess áttar, það er aðeins eitt sem getur lagað þetta. Það er ný hugsun. Það er ný hugsun sem þarf að koma inn. Það er nýtt siðferði. Og þegar Arnar Þór Jónsson spurði hana Þorgerði Katrínu hvers vegna hún ber krossin framan á sér, hvað kom þá í ljós? Jú, hún vill vera kristin, en hún vill fá að eyða fóstrum, alveg eins og ekkert sé. Það er ekki kristilegt. Það er ekki kristilegt að vilja eyða náunganum. Vissum það, veitum það. Tekur mark á því að Jesús Kristur hann kom til þess að við höfum líf í fullri gnægð. Má þetta heyrast í pólitíkinni? Má þetta heyrast í flokki Viðreisnar? Má þetta vera hljómandi inn í samfylkingunni? Við erum að tala um boðskap Jesú Krist sem kom til þess að gefa okkur líf, eilíft líf en ekki dauða.
Og pólitíkin á Íslandi, hún að reka sig þannig að þeir vilja helst vera að stytta líf manna, stytta líf fóstra. Og það verið að núna að undirbúa það að koma með líknarmorðin inn. Að það má alveg segja við ættingjana, já, hann Kitti, hann orðinn svo gamall að þetta ekki hægt lengur, við skulum bara mæta með hann á spítala, hann fær eina spraut og þá þetta búið eftir 2 tíma eða 2 mínútur eða eitthvað svolítið. Þetta að gerast í Englandi, þetta að gerast í Bandaríkjunum, Kanada, þetta líka að gerast í Íslandi, þetta umræðan. En Jesús Kristur kom til þess að við eignumst líf í fullri gnægð. Að síðustu þetta. Mér finnst svolítið merkilegt þegar við komum að þessum þætti að það sagtu Jesúm Kristi Jóhannesi 13 að mjög skemmtileg frásaga karakterinn, persónuleikan. Í Jóhannesi 13 þá einmitt sagt þetta, svolítið athyglisvert. Ég ætla að fara í fyrsta versi í 13. kapitölunum. Jesús vissi alveg að dauði hans blasti við og það sagt bara hátíð páskana var að ganga í garð. Jesús vissi að stund hans var komin og hann færi burt úr þessum heimi til föðurins. Hann hafði elskað sína þá sem í heiminum voru. Hann elskaði þá uns yfir lauk. Sjáðu endinguna. Hann elskaði þá uns yfir lauk. Hann stoppaði aldrei. Svona var hann Nikodémus. Þegar hann tók trú á Jesúm Krist, þá elskaði hann Krist uns yfir lauk. Hann yfirgaf hann aldrei. Svona var þetta með Jósef frá Arimaþeu. Þetta eru menn sem eiga engar bækur í Biblíunni og engin bréf. En þeir elskuðu Krist uns yfir lauk. Það sást á verkum þeirra. Það sást einmitt á því að vitnisburðin þeirra var að Jesús Kristur sannarlega hinn lifandi frelsari. Hann sannarlega rétti boðberinn. Hann kom af himnum til þess að berga þér og mér. Hann björgun Íslendinga í dag, uns yfir líkur. Ég vona það, kæri áheyrandi og kæri bróðir og systir í Kristi, láttu það rætast. Að það sem skiptir máli að við fylgjum Kristi uns yfir líkur. Og sjáu þið annan, ég ætla að enda þetta með því að fara með þér í Galatarbréfið, 2. kapitula, Páll postuli að tala. Og mér finnst það alveg stórmerkilegt að sjá hvernig persónuleika þessara trúuðu einstaklinga varðveittist í gegnum þykkt og þunnt og það var alveg sama hvað mætti þeim. Páll postuli segir í 20. versinu, í 2. kapitula Galatarbréfsins, ég krossfestur með Kristi. Sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig, lagði sjálfa sig í sölurnar fyrir mig, ég ónýti ekki ráð Guðs. Þannig var Nikodémus. Þannig var Jósef frá Arimaþeu. Þannig var Páll postuli. Eru við þannig? Erum við búin að koma okkur inn í þetta orð? Ég ætla að elska Jesúm Krist uns yfir líkur. Sama hvað okkur mætir, kæru vinir, ef við gefum drottni líf okkar og við gefum honum allt sem við eigum, þá mun hann sannarlega svo sjá að við fáum eilíft líf og miklu meiri það. Þegar stóru stundirnar koma í trúarlífi Íslendinga, þá verðum við þar. Og þegar drottinn vitjar þessara þjóðar og hann hristir svolítið land og þjóð og skekur allan grunninn sem að við stöndum frammi fyrir, að þá munum við geta staðið sem ánægðir og glaðir boðberar sannleikans, vitandi það að Guð mun aldrei yfirgefa okkur. Hann mun aldrei skilja okkur eftir munaðarlaus. Hann hefur sannarlega gefið okkur sinn heilaga anda til þess að við værum í sömu sporum og Nikodémus á örlaga stundum. Þá myndum við geta smurt í Jesúm henni dýru olíu, lofgjörðinni, fögnuðinum sem við eigum í heilugum anda. Heyri, amen. Þetta enda ræður mínu svona. Nú er ég búin að tala nógu lengi. Kitti bað það í upphafi að ég í stuttorðu. En kæru vinir, mér langar til þess að við biðjum samt saman. Og við ljúkum málinu þannig.
rísum á fætur og mér langar að ég fá að biðja fyrir ykkur með það að við öll, við stöndum föst á því að trúin megi vera lifandi afl í okkar lífi. Og þegar söfnuður þarf á okkur að halda, þá getum við sagt, hér er ég, send þú mig. Og það var einn af þekktustu spámönnum Gamla testamentisins, þegar Guð vantaði manni vinnu, þá sagði hann, hér er ég, send þú mig. Og síðan eru búin að vera, ég veit ekki hvað ósköpin af ritningastöðum eru tekin úr Jesaja inn í Nýja testamentið. Jesaja er eins og hluti af Nýja testamentinu þó hann sé hluti af því gamla. Af því að Guð gaf honum orð lífs og nektar, drottinn minn. Þakkaði fyrir að við gera því dýrlega. Og þakkaði elskaði Herra, hér erum við. Og við getum sagt við þig, drottinn, styrktu mig í heilugum anda. Styrktu mig með orði þínu. Gerðu mig að þeim persónuleika sem heldur fast við þitt orð. Veit á hvað ég trúi. Veit hver þú ert, drottinn minn. Og á örlaga stundu þjóðarinnar þá megirðu nota mig sem verkfæri. Drottinn, hér er ég. Þegar eldur vakningarinnar brýst út, þá máttu nota mig eins og þú vilt, drottinn minn. En verði þinn vilji og ég gef þér dýrðina. Þú frelsar okkur frá syndum. Þú leysir okkur frá fjötrum syndar og eyðileggingar og tjóns og guðleysis, en setur fætur okkar á klettin svo við fáum að vera öruggi þér með nafn okkar í himninum, í lífsins bók, vitandi elskaði Herra að við og þú, við erum á samleið í gegnum lífið inn í eilíðina í Jesú nafni. Amen. Náð drottins og Jesú Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda veri með ykkur öllum. Ég kveð ykkur í Jesú nafni og bið drottinn sannarlega að blessa land og þjóð í Jesú nafni. Amen. Nú er Kitty komið lagið. Við stoppum útsendingu hér en við syngjum þetta yndislega lag. Gjörðu svo vel, Kitty minn. Let the church say amen. Let the church say amen. God has spoken. Let the church say amen. Let the church say amen. Let the church say amen. God has spoken. Let the church say amen. Let the church say amen. Let the church say amen. Oh, God has spoken. Let the church say amen. Hallelujah, hallelujah. Say amen. Let
hann mér öll. Jesús, hann mér öll. Jesús, hann mér öll. Hann elskar mig, hann